Þetta Einar Áskell. Hann góður og þægur strákur, stundum. En stundum hann vondur strákur. Núna hann vondur strákur og það liggur illa á honum. Það komið kvöld, en Einar Áskell vill ekki fara að sofa. Það búið að kveikja götuljósin og klukkan í eldhúsin bráðum orðin 9. En Einar Áskell vill samt ekki fara að sofa. Pappi, lestu fyrir mig sögu, gerðu það. Þetta pappi. Hann næstum aldrei vondur. Langoftast góður. Jafnvel of góður. Til dæmis í kvöld, þó að það sé orðið svona framorðið, sækir hann bók og les langa skemmtilega sögu hest. Svo kissir hann Einar Áskell og slekkur ljósið leið og hann fer. Hann snýr sér við í dyrunum og segir: Góða nótt og sofðu nú vel. En Einar Áskell vill ekki sofa vel. Hann vill bara alls ekki sofa. Nú man hann eftir dálitlu. Hann gleymdi að bursta tennurnar. Pappi, kallar hann. Ég gleymdi að bursta tennurnar. Pappi kemur innan skams. Einar Áskell burstar í sér tennurnar. Hann burstar þær vel og vandlega. Hver einasta tönn verður tandur hrein. Farðu nú að sofa, segir pappi og fer. En Einar Áskell sofnar ekki. Hann voðalega þyrstur. Ó, hvað hann þyrstur. Alveg ægilega þyrstur. Pappi, kallar Einar Áskell. Ég svo þyrstur. Reyndu nú að sofna, segir pappi leið og hann fer. Pappi, ég sullaði niður, rúmið blautt. Æ, hvað vandræði, segir pappi þegar hann sér pollinn. Hann þurrkar upp af gólfinu með tusku og skiptir lak í rúminu. Farðu nú að sofa. Pappi, ég þarf að pissa. Pappi. Pappi kemur með koppinn.
Farðu nú að sofa, Einar minn, segir pabbi þegar hann fer. En Einar Áskell glaðvakandi. Hann fer að hugsa fataskápinn. Kannski stórt, grimmt ljón í skápnum. Pabbi, komdu og sjáðu, kallar hann. Það stórt ljón í skápnum. Pabbi kemur. Pabbi finnur ekkert ljón. Ljón finna sjaldan í fataskápum. Góða nótt og sofðu rótt. Og kallaðu ekki oftar á mig, því nú ég orðinn lúinn. En Einar Áskell getur enn ekki sofnað. Hann verður fyrst að fá bangsann sinn. Pabbi! Bangsann! Pabbi fer að leita. Hann leitar í ganginum og í baðherberginu. Loksins finnur hann bangsann lengst undir sófanum. Óskup pabbi lengi. Ætlar hann ekki að koma með bangsann? Þetta skrítið. Af hverju kemur hann ekki? Hvað hann að gera? Sjáðu nú til. Pabbi búinn að lesa sögu, sækja tannbursta, bera inn safa, skipta lag, þurrka upp bleytu, koma með koppinn, leita að ljóni, finna bangsa og hann var orðinn svo óskaplega þreyttur að hann steinsofnaði á miðju stofugólfinu þegar hann var að enda við að toga bangsann undan sófanum. Hláturinn síður niður í Einari Áskelli. Pabbi svo kostulegur, þarna liggur hann og hrýtur hástöfum. Góða nótt og sofðu rótt, hvíslar Einar Áskell og fer inn í herbergi sitt. Hann ætlar ekki að kalla oftar. Sofandi pappar gera nefnilega ekki mikið gagn og ef enginn kemur þýðir heldur ekkert að kalla. Og núna getur Einar Áskell loksins sofna líka. Hlustiði bara. Hann alveg að detta út af. Já, nú hann sofnaður. Góða nótt, Einar Áskell.